Við skiptum eitt og þeir gerðu það mjög vel. Jehús okkar eini milligöngumaður og hann vitinn það helgidómi til þolefnis fyrir okkur. En það gerðu ekki ráð fyrir hugmyndinni einstaklinga, presta, fórnir, ilm og allt það. Og svo byrjaði þetta að vera raunverulegt staður sem flestir kristnir skildu ekki að væri raunverulegur bókstaflegur helgidómur. Til að skilja hvernig adventistar fóru að trúa á þetta helgidóm verðum við að skilja hvernig fyrstu adventistar tímabilsins sem William lifðu, sá helgidóminn, hvernig þeir trúðu á það. Og það var eitt texti, það eitt vísa í ritningunni sem gerðist megin og söfullt fyrir. Allar trúarbrögð William Miller. Getur þú giskað á hvaða vísa það? Daniel kapli 8, vers 14 sú. Klassísk texti. Við skulum bara lesa það. Ég veit að þú þekkir það frá minni, en það í raun þessi mikilvægasta texti í sögu adventista. Daniel 14 mínútur yfir 8. Og hann sagði við mig, til 2300 daga. Þá skal helgidómurinn hreinsast, hreinsun helgidómsins, til að bera kennsl á það. Hálendið William Miller byrjaði að reyna að finna allar tilvísanir í helgistað, hof eða tabernakefli í skriftunum og hann fann 7 mismunandi hluti sem það sem helgidóminn vitnaði til í skriftinni. Nú, vegna þess að Júdahá var ekki lengur þýðing alls fólksins sem Guð var að vinna í gegnum þetta. Og vegna þess að Jerúsalem var að liggja í rústum á þeim tíma, ályktaði Miller að helgidóminn sem yrði hreinsaður væri. Geta aðeins jörðin og fólkið sem við köllum heilaga Guðs. Það var þörfin fyrir hreinsun helgidómsins. Og hann trúði því. Þetta hreinsun myndi eiga sér stað þegar Jehús kæmi aftur til jarðar og hreinsaði jörðina með eldi og tók fólkið sitt með sér til himins. Svo. Beitingar daga árnóknu, eins á ári, eitt dagur jafnvel ári, 1300 dagar byrja útreikningin frá apríl. Hann kom svo fljótt að Kristur kæmi. Reyndar, meðan hann lifði, yrði hann hluti af þeim sem sáu. Jehús Kristur kemur aftur hingað til jarðar. Og þannig voru jarðneska og himneska sóknargarðurinn mikilvægar hlutar af kynningu William Miller og það. Það það sem mótaði adventist trú, að það sé raunverulegt helgidómur í himnunum og Jehús að gera eitthvað mjög ákveðið kallað hreinsun. Þessi helgidómur, saga sögð mjög ríkan mann sem neitaði að líta til fjár til að hjálpa þeim sem voru minna máttar. Ósættanlegt, hann hélt bara peningunum fyrir sjálfan sig. Fólkið í bænum hélt að hann væri græðin og eigingjarn, en eftir að hann dó breyttist eitthvað. Því þeir komust að því að hugmynd hans vilja hans sagði að allir í bænum þessu fáðu. Hvað hann hafði verið að gera, erfði viljan sinn inniheldur leiðbeiningar að gefa allt auðsinn til fátækra og skýrir að hann erfði auðsinn frá að ættingi. Hann vann þetta fé ekki sjálfur. Hann erfði þetta fé frá ættingja sem lögþrældi honum að láta aldrei fá peningana frá sér í líf sitt og aldrei að segja hver gaf honum peningin, hvernig hann fekk peningin. Ennfremur lifði hann á einfaldustu nauðsynjum, bara grunnhugmyndinni svo hann gæti haft. Reyna eins mikið af peningum og skilja eins mikla fjárhagslegu auði og hann gat til þeirra sem stuðningsþörf. Frekari upplýsingar, meiri upplýsingar. Þetta var móttekið frá þessum manni, langt frá því að vera grækjarlegur gráskeggur, þeir fundu hann vera mjög stórgerð, gefandi einstakling. Í hans. Það eigin hátt, á þann hátt sem hann ákvað verðið að gera. Og í dag, hafa mörg fólk sömu skoðun. Skilningur á því hver Guð Þú átta þig á því, hvernig persónuleiki hans af hverju hann að gera það, af hverju leyfir hann synd og þjáningu. Áfram og alltaf sama og við virðumst aldrei ná betri tökum, heldur þjást við með ferlið. Hvernig Guð skilinn í Eskritura? Dæmi þetta greinilega í Daniels kapítula 10 og við ætlum að skoða það núna. Daniels kapítula 10.
Það boðskapur stórt átök sem stendur yfir. Við skulum leita að því. Dómitíus 10:8. Dómitíus 10:8 segir: Því lauk mér einn og ég sá þessa stóra sýn og ekkert máttur var í mér vegna þess að fegurð mín var orðin að spillingu í mér. Og ég hélt engan kraft. Þetta mjög dramatískt dæmi hvernig sjónir komu Daníeli á þessum tíma. Við skulum halda áfram. Þess vegna, samt heyrði ég rödd orðanna hans. Og þegar ég heyrði rödd orðanna hans, þá var ég í djúpri svefni á andliti mínu og mínu. Snúðu þér að jörðinni, og sjá, hönd snerti mig, sem setti mig á hnakkan og á lóa höndana. Og hann sagði við mig: Ó Daníel, mikill maður. Elskanlegur, skil orð mín sem ég tala til þín og hafa gáfu með þeim sem yfirgefa heilaga sáttmála. Og það heldur áfram með mjög lýsingaviðburðir sem eiga sér stað í sögu þessa heims. Svo athugaðu það sem við höfum nýlega lesið. Orð Daníels voru heyrð. Rétt í upphafi þessa ferlis frá fyrsta degi. 3 vikur síðan það gerðist. 3 vikur síðan frá þeirri tíma sem þetta Hann skrifar þetta. Hvers vegna kom þessi engill til Davíðs aðeins eftir 3 fullar vikur? Getur Guð ekki gert þetta strax? Af hverju þurfum við þessa tafir? Og sjálfur engillinn svarar spurningunni. Versi 13 og 14. En prins landsins. Persía, 1. Prinsar komu til að hjálpa mér og ég var þar með konungum Persíu. Þetta engillinn sem talar til Daníels. Nú ég komin til að gera þig undir. Hverfið, hvað skal henda þínu fólki í þeirra daga, því að sjónin enn fyrir mörgum dögum. Og þegar hann hafði sagt slíkan orði í hugað mér sneri ég andlitinu að jörðinni og ég varð hygglös. Getur þú ímyndað þér hvað Daníel hlýtur að hafa gengið í gegnum þessa tímabilið? 3. Hann var að bíða eftir Guði til að tala við sig, útskýra sjónina sem hann hafði fengið og ekkert gerðist og allt í einu fær hann skilaboðum að það sé átök. Íran og eitthvað að fara úrskeiðis hér. Hvernig þetta í lagi? Hvernig getur engill Guðs verið andstæðinn leiðtogi þessa jarðar? 3 heilar vikur svo að hann geti ekki gert það sem hann vill gera. 3 vikur, ekki Guð allsráðandi? Getur hann gert það sem hann vill hvenær sem hann vill? Af hverju svo þessi tegund tafar? Svarið frá Daníel 3. Allt vikur. Þetta tilfelli kynir á alvarlegum árekstri milli krafta ljóssins, Guðs vegarins, og krafta myrkursins, Satans vegar. Udistu, alla pugum sér til jórest. Geuti pugum hátlisles sugl, móbirt kirulu upáa hatinli, etlisakl hávatigskten. Það fyrsta, en það hefði ekki forðað miskilningi eiginleika Guðs heldur. Svo Guð verður að velja leið sem virðist stundum örlítið skrítin. Fyrir okkur, en hann veit hvað hann að gera. Getum við treyst honum á það? Amen. Hann veit hvað hann að gera. Óvinurinn, Satan, verður að fá einhverjar tækifæri til að sýna hans leið eða muni eftir því. Þetta persónuleiki vandamál. Guðs persónuleiki, Satans persónuleiki. Hver segir? Sannleikurinn. Hvem getur þú treyst? Leið Satanusar gæti aldrei verið skilið nema hann hefði tíma til að sýna ákveðna hluti. Reglur sem báðar hliðar væru að þurfa að fylgja. Og því ættum við þetta deilumál á milli ríkis Guðs og valdsvæðis Satan. Það gengur á einn mikilvægan hátt. Engin veru sem getur mótast Guði og orðið sigurvegari. Það við skiljum, en samt hvernig tekst Guð á við þetta? Áreksturinn ekki eins og vald. Guð getur gert allt sem hann vill. Ritningin lýsir þessu sem minna en, endoftekst stærra en. Átökum persónu. Hver einkenni andstæðingana sem deilu á þessu máli? Orsakað af ásökun öreigans. Þessi Guð ósanngjarn, hann óréttlátur, hann var meðhöndlaður óréttlátur og hann heldur áfram að ásýnda eiginleika Guðs. Þar að auki, ákæður má ekki beita vopni til að andmæla. Ef Guð einfaldlega fjarar hann úr tilvistinni, þá engin sönnun á hvoru heldur.
þeirra hlið, og svo tekur það tíma fyrir þessa þróun. Og já, við höfum verið hér í 6000 ára bíða. Til að enda þessa deilu og átökin. Guð hefur siðfræðilega takmarkað sig við að gera. Einu aðeins hluti af því sem hann gæti gert, en hann hefur takmarkað sig við að gera einungis þau hlutverk sem myndu sína persónuleika hans. Við þurfum að sjá hvað myndi gerast ef óvinurinn tæki yfir alheiminn. Það er það sem þarf að sjá. Hvað ef? Djöfullinn myndi taka yfir alheiminn. Hvernig væri lífið? Og því gefur Guð djöflinum tíma til að sýna hvernig hann myndi stjórna. Alheimurinn ef hann væri ábyrgur fyrir öllu, og það kallast stóra deiluna, milli Krists og Satans. Það er ástæðan fyrir því að við erum hér. Það er af þessum sökum sem það er 7. dagur adventista kirkja. Það er af þessum sökum sem við tölum og syngjum Jésús sem kemur fljótlega. Þessi enginn finnur til. Konskatt, bes kótbes háum bes takin kótbes. Kuk konblikt harakter turunda konblikt. Kemnen harakterin eisan alasis. Djöfullinn hefur haldið því fram að persónu Guðs sé ábótavant. Stjórnsýsla Guðs í himneska dómstólnum er ekki rétt. Hann er ekki að meðhöndla málin rétt. Einu leiðin til að slíkt ásakanir getur verið að koma á móti og sigra þeir ekki með valdi. Það myndi ekki virka, heldur með sýningum. Samkvæmt því hefur djöfullinn raunverulegt völd. Satan hefur sannarlega mikil völd. Hann stjórneinar heiminum á ýmsan hátt. Hann er prins völds. Eins og loftið eins og Biblían nefnir það. Þannig að hann hefur vald. Hann hefur gefið verið það vald. Jóhannes skrifar að heimurinn allan. That's the reality that we live in. It's not an issue of force. It's not an issue of power. It's an issue of love. Vandamál kraft. Þetta er ekki vald. Þetta er kærleika. Hver elskar þig? Hver getur þú? Hvíli. Hver veit virkilega hvað þú gengur í gegnum? Getur þessi myrkri verið skýrt? Svo að skýra og einfalda vegi Guðs. Guðsmátt og guðlegra verk í þessu ferli ákvað hann að Ísrael myndi fá kennslustundum þann hátt sem hann starfar á, og veistu hvað? Þetta hlutverk kennslunar er helgidómurinn. Helgidómurinn er leið Guðs til að sýna eitthvað sem alheimurinn. Þurfið að vita þetta og þeir skilja það ekki mjög vel. Markmið heilagsstaðarins er einfalt bara eitt. Hver heldur völdum? Réttlát hverjum þú leyfir að hafa allan völd í lífi þínu. Leiðin til sálargeðs sem þú og ég getum haft er. Í þessu helgidómi, hugsum okkur að við förum áfram að ofan til himna og við einum eða öðrum hluta hreyfumst okkur á þessari lítilli leið sem liggur í þessa átt eða séum að sjá slóð sem fyrr. Þessi leið, hvers vegna getum við ekki prófað þau? Hvers vegna getum við ekki tekið líf og séð hvort þetta virki eins og mun virka betur fyrir okkur að við getum notað? Og ég hef sagt aftur og aftur við okkur, haltu augu þínum á aðalbrautinni. Ekki láta þig eiga viðrar þessu og ræða þarna. Haltu áfram. Haldið í huga ykkar bara það eina sem skiptir máli, hvernig heilagan hægur. Gyðingar, þegar Messías kom fyrir 2000 árum, hvað gerðu þið? Voru þeir ekki menntaðir orð Guðs? Óskuðu þeir ekki að muna heila kafla af ritningunni? Tóku þeir ekki alltaf fram að prédika orð Guðs á hverjum viku? Svo þegar sá einn kom, sá sem táknaði uppfyllingu allra spádóma, drápu þá hann. Þeir voru algjörir. Hafnaði honum. Þeir hafnaði þeim eina sem skrifin spáðu fyrir sem svar við spurningunum málin. Aldurinn. Ég held að ég vilji ganga úr skugga að það sem við vitum helgidóminn sé Guðs útgáfa af helgidómi. Ekki karlamannaleg röskun Guðs helgidóms. Himnaríkið, vinir mínir, er alveg eins raunverulegt og það sem Mós reisti á þessari jörð. Jörðin. Það er raunverulegt hof, raunverulegur Guðs eða dýrlingastuð, raunveruleg helgidómur. Það eru mörg vandamál sem fylla þessa heim. Eins og þú veist vel, við upplifum sum af teimum. Það er sjúka, það er verkur, það er fíkjarmál, það er tröðutleikar heima. Menn vinir, Guð hefur eitt störi tröðutleika.
En allt ykkur hef ég nokkuð að segja hver vinnur þetta. Guð á vandamál með eigin karakter. Þú og ég eigum eitthvað að segja það. Ágreiningur. Guðlegt vandamál mjög einfalt. Hvernig á að bjarga syndurum án þess að bjarga syndinni? Hvernig á að eyða? Synd án eyðileggja syndara. Það yrði allt okkur. Hvernig losum við okkur við synd án þess að losa okkur við þig og mig? Þetta aðalvandamál Guðs. Hvernig á að taka okkur til heiðurs án þess að taka með einhverja litla galla í karakter okkar svo að við. Að endurtaka það í himnaríki og umbreyta öðrum 6000 árum af sársauka í raunveruleika. Hvernig getur Guð gert það? Það stærsta vandamál hans. Og hann getur það ekki með voldi. Hann getur það ekki með valdi. Hann verður að velja annan hátt til að gera það. Það eru fólk sem heldur að Guð ætti bara að fyrirgefa. Allir, við erum öll í vanda. Hann ætti bara að fyrirgefa okkur öll, taka okkur til himins eins og kærleiksríkur foreldri. En ef Guð myndi gera það, myndi hann viðhalda syndinni fyrir alla. Alltíðin, ekki bara fyrir nokkrar ár. Synd draugurinn sem ábyrgist hvert vandamál í þessum heimi. Já. Hingaður persónunar hefur þá persónu. Guði ekki mögulegt að taka fólk til himnaríkis og hafa synd þar einnig. Hvernig getur hann gert það? Aðskilja syndina frá syndurunum stórt vandamál, eða hvernig? Ég held að við öllum sé það með eigin reynslu. Hvernig geturðu aðskilið syndina frá syndurunum? Jæja, Guð gæti skapað fólk sem öruggt, óaðfinnanlegt og laus við synd, svo hann gæti lokað helgidóminum að eilífu. Aldrei nema sem staður til tilbeiðslu. Þakka Guði, helgidómurinn segir okkur að hann mun verða hreinsaður. Ef þú treyt orðar Guðs, getur þú trúað því að þetta muni enda. Það skrifað undir 2300 dagar, þá. Skítnast að helgidóminn verði hreinsaður. Þú tekur eftir því að það segir ekki, jæja, skulum við sjá. Þá mun helgidómurinn halda áfram í. Ferlið við hreinsun allan eilífðina. Ert þú glöð að það var ekki loforðið? Það segir ekki að það sé í ferli. Það er búið, það er búið, það er búið. Í helgidóminum leysir Guð úr úrlausninni að bjarga syndurum án þess að bjarga syndinni. That's the only way it can be done. So he can burn up the sin without burning up the sinners in the process. This is extremely expensive. Við brenna syndina án þess að brenna syndugum í ferlinu. Þetta mjög kostnaðarsamt leið Guðs til að leysa. Þetta vandamál. Þegar Guð leysti vandamálið hvernig á að bjarga syndurum án þess að viðhalda syndinni, sagði hann að eina lausnin sem væri rétt væri. Kross á hæð. Guð elski heiminn svo mikið að hann gaf sinn kærasta son til að deyja í þeirri dauða. Hversu verðugt verð? Hversu verð? Að deyja ásættanir hans, Kristur deyja ásættanir segja okkur smá trúlega af sársaukanum sem brot okkar hafa valdið Guði. Og bót fyrir vandamál syndarinnar að vita eitthvað kostnað hennar. Segjum að ég hefði verið að bera vasahillur. Þetta var starf mitt. Til annar staður, falleg blóm í vasanum og ég missi það. Þar liggur það í 100 hlutum dreifðum yfir þjóðveginn. Jæja, það nú leiðinlegt. Ég gerði mistök, ég óska að ég hefði ekki gert það, en ég mun borga fyrir það. Ég mun tryggja að allt sé tekið úr láði, þannig að ég heimsæki presta sem ég var með. Ég horfði til og sagði, bróðir, fyrirgefðu. Ég brendi þessa vassu, ég vil fá annan, hvað kostar hann? Og ég tók eftir því að. Ég hélt að það væri kannski bandarískir dollarar korter yfir 10-20 bandarískir dollarar. Þegar ég tók eftir því að hann virðist mjög alvarlegur á þeim tímapunkti, segi ég, hvað að? Vinur, þú virðist sorgmætur. Hann svarar, bróðir, ég verð að segja þér að þessi kertastjaki forndaldur. Þetta ekki venjulegt kertastjaki. Það hefur verið fjölskyldan til að arfleiða í margar kynslóðir. Margarðir langar. Það aðeins önnur vasi eins og hann í heiminum. Hann í fornminjaverslun í New York borg og verðir ekki $10. Það $10.000. Nú segðu mér vinir, ekki taka það létt. Ég enn meira leiður núna en fyrir 10 mínútum? Hvað gerðist? Ég komst að kostnaðinum, raunverulega kostnaðinum. Og vinir mínir, ástæðan fyrir því að við ekki mjög leitt yfir því.
Synd að við skynjum ekki raunverulega hvað það kostar. Það er rétt, hvað það kostaði Guð, amen. Að leyfa það að gerast. Við finnum okkur sjálf aftur og aftur í hringi syndunar og iðrunar. Er það rétt, synd og iðrun? Trúðu mér, við munum aldrei hætta synda og halda áfram að vera hætt meðan við vitum raunverulegan kostnað syndarinnar. Nú er það satt að musterið og þjónusta þess kenni. Það eina kennslustundin, raunveruleg kostnaður við það sem syndir. Hvers vegna voru 2 herbergi í helgidóminum? Og hvers vegna er útihöllin úti? Framabraut. Það eru 3 aðskildir staðir, þar sem þjónustu þarf að veita. Ástæðan er sú að það eru 3 hlutir sem það þarf að vera fullgert fyrir Guð að ljúka stóru deilunni. Þess vegna eru 3 svæði, dómstóllinn, helgidómurinn og allra helgasta staðurinn. Og svo getur við gengið til liðs við hann í að leysa þessa syndavanda fyrir eilítið. Viltu það? Láta syndavandan vera leystur fyrir restina af tíma. Æða. Það stóra markmið boðskapar hins 3. engils er að beina athygli okkar að núverandi verk Jesú á mestum stað. Hátíðastaðu, þar er hann núna. En það má ekki vinna neitt í helgidómi áður en verkið er unnið í innri helgidómi. Og það má ekki vinna í helgidóminum nema vinna sé unnin í skálinni úti fyrir utan helgidómin. Nú miðjan alls þessa er augljóslega í miðjum allra heilagustu staðar í hýslunni af sáttmálanum. Þegar það kom að lögunum, sagði Guð, Mós, ég mun sjá þetta. Og, einn. Þegar Mós í réttlátri reiði kastaði þeim 10 boðum Guðs sem hann hafði ritað og brotnaði þau í mól. Þú Guð sagði, Mósep, þú, búðu til afrit af þessu og settu það í örkina. Allt í lagi, sagði Guð það. Nei, hann gerði það ekki. Hann sagði, koma með mér 2 steintöflurnar og ég mun skrifa þær aftur. Ég mun skrifa þær aftur. Sú fyrir rithönd. Háðskiptin. Áskriftirnar 10, þú sérð, eru yfir öðrum hlutum Biblíunar. Aðrir hlutar Biblíunar eru guðlegir. Orð spámenninir veruleikarnar, en það eina, sem Guð skrifaði í skriftinni fyrir allar ævirir. Hans 10 bóorðalögmálið, það var annað, svo þegar Guð sagði, ég mun tala í gegnum Mós, ég mun tala í gegnum spámenn, ég mun tala í gegnum postulana, hann. Eigið ekki trúnað á ritun lögmáls síns til Mós eða spámannana. Það var aðskilið, hann lét það vera í örk. Því að þetta er eina grundvöllurinn sem alheimurinn getur verið öruggur frá synd. Helgistaðurinn í fornmundu er afrit af himnesku. Altari, við létum Musab framkvæma að gera öll hluti helgihúsins samkvæmt því sem hann hafi séð í himnaríki. Hergildi samningurinn. Inni allra heilögu staðurinn er afrit af himneskum marki. Löggjöfin er afrit af himneskum lögum. Öll þessi eru afrit, jarnesk afrit. Það sem er í himnaríki. Það er mikilvægt að við skiljum hvað við erum að takast á við hér, ekki hið helgidóm sem Móses lagði til. Það er langt síðan það var gert. Við erum að takast á við húsið í himnaríki. Við viljum vita hvað er að gerast þarna uppi núna. Við erum ekki að vinna með lögmálið sem Mós setti í, við erum. Very simple. Tell us what's right and what's wrong, God. What will bring about happiness? What will bring about misery? What is right and what's wrong? When sinners... Guð, hvað mun færa hollustu og hamingju? Hvað mun koma af vitleysu? Hvað er rétt og hvað er rangt? Þegar syndarar halda að þeir séu nokkuð hreinir. Það er bara vegna þess að þeir hafa ekki fengið góða innsýn í þá lög og hvað þau raunverulega segja líf þeirra. Hvernig er það? Guð ætlar að leysa þetta vandamál. Hvernig ætlar hann að reisa dauðan? Hvernig ætlar hann að fella burt sársauka og þjáningu og taka okkur með sér í himinin og láta ekkert ógnað? Í ættarminn vegna þess að við erum allir syndarar. Hvernig getur hann aðskilið syndina frá okkum og leitt okkum til himins og tryggt það?
Hvernig getur hann losað sig við synd án þess að losa sig við syndara? Það er alveg einfalt en samt víðfeðmt. Hvernig getur hann það gert og látið það virka? Förum niður í helgidóminn. Við skulum líta á hann. Í dómkirkjunni hefst ferlið. Við gátum ekki farið þar sem hann var, svo hann fór niður þar sem við erum. Og hann sagði, ég mun gera þér smá afrit af raunveruleikanum í himnaríki. Biblían fjallar eitthvað sem kallast synd að sjálfsögðu. Það getur verið flutt frá einum einstaklingi til annars og frá einum stað til annars. Synd getur verið flutt. Það er sáðferð. Starf gáskningsins er að flytja syndina frá syndugum yfir á einhvern sem mun takast á við það. Það er það sem starfið tekur við. Það er allt Svo flytur hann syndina yfir á ráðherran. Svo ber ráðherrin nú ábyrgð. Synd, afskipturinn. Maðurinn var sekur, ekki lengur. Nú er afskipturinn sekur. Þurfti að deyja. Hvers vegna? Því synd hefði verið flutt til staðgengilsins. Svo er staðgengillinn nú að greiða refsing fyrir syndina. Engin frelsun án blóðs. Mundu það. Hebrea 22:09. Ákvörðunarhöfundurinn þarf að deyja ef réttlæti á að vera í alheimi Guðs. Svo hver? Ég ætla að drepa staðgengilinn. Hér er það stóra málið, eitt mikilvægustu punktana í öllum helgihaldinu. Syðjandi verður að drepa fórnina. Ekki Guð. Guð hafði ekkert að gera með syndina. Syðjandinn, hinn. Sá sem brýtur Guðs lög varð að drepa fórnina vegna þess að syndin olli dauðanum. Syndin orsakar dauða. Það er raunveruleikinn. Synd hefur alltaf í för með sér dauða. Ég verð að deyja eða staðgengillinn þarf að deyja, annað hvort. Við verðum að greiða refsing fyrir þann synd drepinn af minni hönd, af mínu lífi. Við þurfum að átta okkur á þessu áður en við getum skilið. Hvað fer fram í helgaðri staðnum og í hins helga staðnum? Það sem gerðist í dómsalnum er aðalatriðið hér. Blóðið sem er þjónustað innan skýlisins verður að vera. Verður sást í dómsalnum. Svo skulum við snúa okkur að annarri bók. Sakaríasefnið 12. kapli og 10. vers. Sakaría 10:10 og ég mun helða hús Davíðs og búseta þeirra. Anda gleði og bænir og þeir skulu líta á mig, þannig þeir hafa stungið, og þeir skulu syrja fyrir Ísraels vegna hans. Þegar einn syrjir fyrir einum dóttur sinni og verður honum harmur, eins og hann er í harmi fyrir fyrsta son sinn. Það er sterkt texti. Skoðaðu myndirnar tveggja sem við höfum rétt lesið. Fyrst sjáðu manninn sem ber hið synds og til helligdómen, og hann bekendi sin synd på huvudins af det og skyldige dyret som inte hade gjort något fel, som inte hade begått något synd. Og svo drepa hann það fórnarlamb. Hann lítur í augu þess saklausa dýrs og svo með sínu eigin hnífi. He is responsible. He looks into the eyes. He sees an innocent creature dying in his place. That's the only way this can be solved. Hjá auga sér hann óaðfinnanlega veru deyja í staðans. Það er eina leiðin til að leysa þetta. Deyja vegna syndar hans. Dauðin af eigin höndum. Hvað gerði þessi fjall af syndum við lambið þá? Hún tók líf hans. Hvað gerði byrðin af syndum við son Guðs? Hún tók líf hans. Engin munur. Hún sagði hann. Þeir skulu. Sorgið hann. Minnist þess orðspors. Eins og maður sorgar fyrir eina son sinn, gagnist hann. Hefur synd gert þig svo leiðan? Vonduð, ég veltist stundum fyrir mér ef við myndum synda oft, ef við værum á tímum gamla sáttmálans. Þá þyrftum við að færa lambið að og drepa það með eigin höndum ef við værum að synda svona oft. Ég veit það ekki. Það er eina lækningin við synd. Það verður að deyja. Og blóðbað. Ekkert sem presturinn getur gert inni í helgidómi getur tekið staðinn fyrir það sem þarf að gerast við þig og mig.
Í garðinum. Ef það gerist ekki, ekkert sem skiptir máli, ekkert skiptir máli inni í helgidóminum. Þú tekur lífið. Af þessu stituð. Þegar þú og ég komum til Golgata, sérum við einhvern sem hefur verið drapinn ekki af óhappi, ekki af pólitískum orsökum, heldur með vilja. Ágætis synd sem ég hef framið með synd minni. Við sjást þann sem við höfum drepið vegna brots Guðs. Beob 1:1:1 Og vinir, ekkert annar leið er fyrir en að ég, syndari, taki lífið. Þegar þú og ég förum til Golgata. Og við sjáum hvað syndin hefur gert við Krist, við þörfnum ekki að biðja neitt að vera góð við okkur. Við þörfnum ekki að biðja neitt að gefa okkur smá augn ef við gerum réttu hlutina. Það er ekki það sem þetta snýst um. Þegar hjörtu okkar eru brotin yfir synd og við horfum í augun á syndargerð okkar og við gerum okkur grein fyrir að við erum að leggja naglana í hendur hans, í úlnlið hans og við valda dauða hans. Hvað annað? Við segjum, en ferðuðu, Guð, takið það burt. Amen. Takið það burt að eilífu. Ég vil ekki nokkurn tíma sjá þetta synd aftur. Amen. Hefur þú eitthvað? Það sem þú heldur í hjarta þínu núna. Bitu hann að taka það burt frá þér, ekki bara í stuttastund, heldur að taka það burt að eilífu. Þú vilt ekki sjá það. Aftur, gefðu þá syndina til Jéhú. Hann er kvíðinn að taka það. Amen. Hann mun taka það frá þér. Kallaðu nafn hans Jéhús því að hann á að frelsa sitt fólk. Frá syndum þeirra. Amen. Matteus 1:21. Hafa hönd okkar rekið naglana. Hefur okkur tekið spjót og stungið hjarta hans. Við komum rétt í þessu eins og við erum í garðinum helgidómsins. Við flytjum syndir okkar og leggjum þær á höfuð frelsara okkar, Jéhús. Jéhús Kristur. Við tökum syndina sem við höfum framkvæmt og setjum hana á staðgengilinn. Og svo með okkar eigin höndum tökum við líf hans. Þetta er kostnaður syndarinnar. Það kostar það. Fyrirgefu okkur fyrir hverja synd í þeirri lengri svörtu skrá sem við biðjum. Rétt í þessu lögðum við þessar syndir á Jéhú, óskaða lamb Guðs. Við þökkum þér fyrir að við getum gert þetta, að synd. Trúarlega trú, því að við getum ekki séð það. Trúarlega fullvissum við hreinsandi blóðið sem var látið frá sér. Fyrir okkur á þeirri krossi. Við trúum því að Jéhús Kristur hafi dáið í stað okkar. Við eigum að borga þann kostnað alla eilífðina og aldrei komið í tilvist aftur, en nú hefur staðgengill tekið þá synd að við þurfum ekki að bíta í glósnútin, Við skulum lesa annan texta. Bókin Hebrea, Hebrea 6:16. Þar sem tveir óbreytanlegir hlutir eru, í þeim sem það var ómögulegt fyrir Guð að ljúga, getum við haft sterka huggun sem flýðu fyrir skjól til að grípa til. Ákvað fyrir okkur sem við höfum sem festi sálarinnar, bæði tryggt og óíkjandi og sem gengur inn í það. Innan vígsins, við erum ekki að tala heilaga staðinn. Hvert er forverinn kominn fyrir okkur, jafnvel Jéhús, orðinn yfirstárprestur. Eftir orden Melkisedek, ef þú og ég tökum okkur tíma til að rannsaka það sem heilagandi hvatti spámenn til að skrifa. Umhverfisverndin, við munum vita hvað Guð vill að við vitum. Áhersla á verndarsvæðið og rannsóknarétt skal skilja skýrt af. Hver og einn okkar sem vill vera frjáður frá synd alla eilífð, vitnisburður fyrir kirkjuna, bindi 8:3-15. Viðfangsefni helgidómsins og rannsóknardómsins ætti að vera skýrt skiljanlegt af Guðs fólki. Fyrir 7. daga afnunarmannum ætti ekkert að vera. Óljós hátíðina, ekkert óljóst, ekkert óskýrt. Það er mjög raunverulegt. Hátíðin í himnaríki er raunveruleg. Hátíðin sem Móses reisti var raunveruleg. Þetta er allt mjög raunverulegt. Von okkar er bundin við hvar Jéhús er og hvað hann er að gera fyrir okkur öllum eilífðina. Hebreabréfið. Enda aftur, 8. kapítuli. Hebreaheftið, 8. kapítuli, vers 1-3. Nú þær hluti sem við höfum
Tala sagt þetta summa. Við höfum svona háseti sem situr á hægri hönd fæðingarstólsins í himnum þjóðn helgidómsins. Og sannur tabernakulkan sem son drottin byggði en ekki maður. Þar sem hver háseti skipaður til að bera gjafir og fórnargjafir. Þess vegna það. Það nauðsynlegt að þessi maður hafi eitthvað til að bjóða. Eitthvað líka til að bjóða. Hverjar eru fórnirnar? Þess vegna segir Hebreabréf 5 á móti 1 fórnirnar séu fyrir syndir, synd mína. Þegar yfirlæknirinn var aftur. Þeir tilkynntu að sannað væri með vísindalegum gögnum að reykingar orsaki lungnakrabbamein. Þeir höfðu unnið mikið af rannsóknum þá. Hlutfall af, lítið prósent af reykingum hættu. Restin hélt áfram að draga inn, bíða eftir að rannsókninni væri lokið. Tóbaksfyrirtækin voru mjög spenntur viljugur til þess að gera þetta. Var það tilgangurinn að hjálpa fólki að hætta neyta tóbaks? Það rannsóknin sem var gerð? Það var til þess að sjá hvort mögulegt væri að finna eitthvað. Vísindaleg sönnun þess að tóbak var ekki svo slæmt eftir allt saman. Kannski var það í lagi. Og þetta sýnir okkar vinsæla. Hugsun við synd, ekki satt. Flestir vilji eitthvað sem tryggir þeim að það sé ekki svo slæmt í raun. Allir eru syndarar. Og við erum ekki einn, svo það ekki alveg svo slæmt. Eða annað, kannski vilja þeir hafa eitthvað sem þeir geta haldið áfram að synda og samt fengið. Heiaven, þetta mun allt laga sig á einhvern hátt. Ég vona að þú sért að leita að leið til að losna við synd í lífi þínu. Ég vona það, með öllu mínu hjarta. Þetta markmið helgistaðaráðsins. Staðafé 9. kafla, vers 26. Staðafé 9. kafli, vers 26. Því að hann verður ofta að hafa orðið fyrir þjáningum frá stofnun heimsins, en nú, einu sinni í endalokum heimsins, hefur hann birst til að fjarlægja syndina. Með fórnarljósi sínu. Þú hefur nýlega lesið alla Guðsögu í einu erindi. Það það sem skriftin snýst um. Þess vegna. Guð gaf mannkyninu annan möguleika rétt þar. Hann ætlar að vinna burtu með synd. Trúir þú því? Amen. Hann ætlar að. Fjarlægðu það. Hann ætlar að hreinsa það út. Hann ætlar að ljúka því. Hann hefur lofað það. Allur syndahætta mun leysa sig í gegnum það. Máttúra háa var ráðinn drótni okkar blessaða. Hann mun gera það. Í daglegum námsgögnum skulum við skoða dæmigerða þjónustu. Við skulum lesa þjónustuna eins og mest sem mögulegt í Levíu 4. kafla, 5. kafla, 7. kafla. 10 sinnum í þessum 3 kaflar. Þú átt nákvæmlega eins orðalag. Presturinn skal atón. Presturinn skal atón. Guð vildi að Ísrael náttist að 2 hlutir. Fyrst, að þeir gætu ekki gert atburð. Manneskjur geta ekki gert atburð fyrir synd. Lögmælir. Prestinn, sá sem stýrir öllu ferlinu, verður að gera það og aðeins hann getur gert það. Ef þeir ætla að standast skilyrðið. Og samvinnu. Ég elska orðið atónement. Veist þú hvað ellen vit vísar til með orðinu atónement sem? Á einu manni. Á einn manni, að setja saman það sem rifnar sundur, ekki með því að breyta Guði, heldur með manni. Verað af Guði, eitt einasta fyrirgefning. Ef öll áætlunum endurlausn hefði verið að aflétta refsing syndsins, þá væru við. Hafa einhverjar ávinningar. Það væri bara, í lagi, þú ert ekki lengur syndari. Stórt mál, við deyrum samt, við þjótumst samt. Við erum ekki allúð, afverl. Við gerum ekki. Ég trúi því að Biblían kennir að í áætlun sáluhjálparinnar sé ekkert sem gerir það mögulegt fyrir Guð að skrifa aðeins niður öll syndin sem hafa verið framin og taka allt á sig. Allir til himnariks. Það myndi bara halda áfram syndargetunni út öllum eilífðinni. Það væri hræðilegt. Ef þú hataðir það sem Guð gerir, ef þér þykir ekki vænt hvernig hann gerir hlutina, ef þér finnst takmarkaður af lögum hans, þá myndir þú vera óhamingjusamur. Á himnaríki eilífðarinnar. Hvernig gætiru, þú veist, ekki farið í kirkjuþjónustu, hitt fólk, farið út á eigin spýtur, allt. Á sósun menen, andkenni peristel senni menen uhuraspætt. Saratkana á sonun sannin bergen atamdar, allar senni menen uhuraspætt. Sen kilasinn.
verða allt eitt með sjálfum þér ósækilgreindur fyrir eilífð. Hversu hræðilegt væri það? Það er það sem alheimskapur kennir að Guð er. Takið alla með yður til himnaríkis hvað sem því líður. Og syndin sem er eftir í okkur myndi gera okkur eins óánægð í himnaríki og hún gerir okkur á jörðinni. Það myndi aldrei breytt. Afturkólan er eitthvað annan heim, heilt önnur, nakað djút en að banna sektarpenning. Það er bara eitt lítið trúk. Það snýst syndina sjálfa sem stendur í Jesaja 59:2, en syndigar yðar hafa aðskilið yður frá Guði yðar. Yðar syndir. Synd okkar hafa særð okkur frá Guði. Við vitum ekki einu sinni hver Guð er í raun fyrir stóran hluta af lífi okkar. Synd og skeiða, ekki frelsun. Guð skilur ekki, synd skilur alltaf, og fyrirgefningin að fá. Aftur saman svo að syndin muni aldrei aftur standa á milli okkar og Guðs. Við þurfum iðrun, við þurfum iðrun, við þurfum að byrja að elska Guð aftur. 10 sinnum fundum við loforðið. Prestaði presta til að gjalda fyrir hann. Presturinn skal gjalda fyrir hann. Maðurinn sem vildi fá fyrirgefningu þurfti að koma með fórnina. Já, hann kom. Komið með afurð sína og við þurfum að koma með okkar afurð, synd okkar, og gefa hana til Jesú. Hann er tilbúinn að taka hana. Hann neitaði að koma með fórninguna. Þú getur ekki komið til að fá fyrirgefningu án offeringarinnar. Þannig komum við með lambið okkar og lambið okkar. Jes er drottinn sonur Guðs. Þetta er tilboðið, eina tilboðið sem mun virka. Syndarinn lagði hönd sína yfir það. Yfirlit, hann með þessum verknaði, sektarmaðurinn var færður yfir til staðgengilsins. Nú var staðgengillinn sekur þann synd. Og þá var staðgengillinn drepinn. Hver drepa hann? Síkillinn, þú og ég, til að sýna okkur að það eru syndir okkar sem eru þær sem. Jesús Kristur, við skulum gera eitt lítið í bókinu Levíti. Við skulum fara þangað, Levíti kapli 4. Djöð 16 mínútur yfir 4, og presturinn sem smurður er skal bera af kálfshöfðingunum. Blóð til húsbálks safnaðarins, og presturinn skal dýfa fingri sínum í blóðið og strá því 7 sinnum frammi fyrir drottinn. Jafnvel fyrir borgardyrunum, og hann skal setja hluta blóðsins á horn altarins sem er frammi fyrir drottinn, það er í fjárbúrinu. Söfnuð og munu þeir úða allar blóðið á botninum af brennistöðunni, sem er við dyrnar af vefengingarteltinu. Samkoma, nú það er frekar flókið, eða hvað? Hvert smáatriði þurfti að vera nákvæmt til að fá fyrirliðingu og samanhugsi. Og, núna í dag höfum við það sama vandamál fyrir okkur. Við erum öll syndugar eins og gyðingar voru, og við þurfum staðgengil, og við þurfum. Vitið hvernig þetta virkar, hvernig við tökum á móti fyrirgefningu. Frá dómstólnum, fyrir staðgengilinn sem hafði verið drepinn núna. Að lokum tekur presturinn blóðið inn í helgidóminn. Það hafði alls ekki komið neitt á þessum punkti. Þú hefur bara lagt synd þína á Jesú Krist. Kristur, blóðið sem skýtur helgidóminn táknar nokkrar hluti sem eru að gerast núna. Fyrst og fremst veitir það fyrirgefningu. Ég held að það sé frábært að eiga. Synd þinn er fyrirgefið að eilífu. Amen. Sálmur, leyfðu okkur að lesa aðeins eitt síðara texta í bók Sálmanna. Eins og þú veist vel, bókin. Sálmarnir voru skrifaðir sem söngbók fyrir fólk að syngja þegar það kemur til tilbiðjunar Guðs. Sálmur 32, ávarp 1. Sálmur 32, vísti 1. Þetta er eins fallegt orð sem þú munt nokkurn tíma lesa í ritningunni. Blessaður sé sá sem hans gerir sig sekan í glæpum. Þeir sem synd þeirra er fyrirgefið. Amen. Þetta er texti. Þetta er öll evangelíum það sem þar er. Í einu vers, Sálmurinn 32 á móti 1. Þessi sprittandi blóð er nú í helgidómi. Það hefur verið tekið.
Í biskupsins til helgidóminis, við sjáum fyrirgefningu syndana, við sjáum hana vera veitt af frelsara sem lagði líf sitt fyrir okkur. Og líf okkar þakið lífi hans. Við erum í hásæti hans. Við skulum skoða aðeins lengra. Þessi þjónusta táknar flutning syndarinnar frá syndurum í gegnum staðgengilinn. Í helgidóminum, þú ert ekki lengur sekur þann synd. Þann synd hefur farið inn í helgidómin með blóði sem. Þú synd þú, svo komst syndin inn í helgidómin. Mjög nákvæm ferli, þegar lambið hefði ekki dáið ef syndin hefði ekki verið til staðar. Á því að Jesús Kristur hefði aldrei dáið ef syndir okkar hefðu ekki verið lagðar á hann. Hann hefði ekki getað dáið, á krossinum. Hann dáðist fyrir okkur, en í helgidóminum býr hann fyrir okkur í dag í héruðinu mest heilaga. Syndir okkar eru færðar. Frá okkur til helgidómsins, frá jörðinni til himins. Og þannig spurningin mjög einföld rétt núna. Hvar eru syndir þínar rétt núna? Eru syndir þín nú, þeir annað hvort á jörðinni eða á himninum? Það eru aðeins 2 svæði þar sem synd þín getur verið fengin með. Þeir eru í hjarta þínu eða í gegnum blóð skiptimannsins. Þeir hafa verið færðir til himneska helgidómsins. Þar staður þinn. Böðin núna í einum þessara 2 staða. Ég vona að þú vitir örugglega að synd þín í dag lögð til hliðar af. Jesús í heiðrútni, ásaga og ótti og áhyggjur af synda eru að keyra heiminn brjálaðan núna. Það ekki, sjáðu hvað, eftir að gerast í heiminum okkar. Þú vil ekki búa á sumum stöðum þessa heims, eða hvernig? Flyttu synd þína til helgidómsins. Þetta áminning Guðs, settu hana, á slambinni Guðs, játað það, gefðu það honum, láttu dauða hans taka stað þinn dauða, láttu hann vera syndasafnara þinn. Ef að byrðin látin á þig, mun hún brjóta líf þitt út. Við skulum fara aftur til Levíðs. Þetta skipti, 5. kafli, 3:5, þá skal hann viðurkenna hlutverk sitt þegar hann viðurkennir það. Þegar hann veit eitthvað sem hann hefur gert sem ólöglegt og hann játa það, skal hann bera hýðingu sína og greiða fjármagn eftir því sem boðað Í einum af teimum að hann skal játa að hann hefur syndað í hessum. Og hann skal bera syndarófur fyrir synd sína, sem hann hefur syndað, kvinnulegur. Þaðan úr hjarðinni, lamb eða gós fyrir synd og presturinn skal gera fyrir hann atónu fyrir synd hans. Hefur þú nokkurn tíma heyrt mann segja? Eins og þetta. Ef ég hef nokkurn tíman gert eitthvað til að móðga einhverja, vona ég að þeir muni fyrirgefa mér. Það ekki hvað Guð biður Hann vill að við, til að vera nákvæm, amen. Að vita hvað synd okkar og hvernig Jesús greiðir fyrir það. Guð vill að við verðum nákvæm. Jesús mun aldrei. Taktu synd þitt nema ef þú gefur það honum. Nema þú gerir nákvæmlega það sem þau gerðu í helgidóminum á jörð. Bera það synd. Til afi altarinn og gefðu honum til Jesús. Hann mun ekki taka það frá þér. Hann mun ekki gera það. Þú þarft að koma og gefa. Það synd gegn Jesús. Þú verður að sjá hann deyja fyrir þig. Og í trú, segja, vinsamlegast Guð, fjarlægðu þá synd að eilífu. Og þú munt vita að synd þinn hefur verið færð til himneska helgidómsins. Jæja, það endir sögunar. Jæja, ekki. Virkilega, þetta bara byrjun á sögunni. Þú hefur komið synd þína. Þú hefur verið fyrirgefin. Þú hefur verið hreinsaður frá því synd. Þú ert ekki sekur það. Jæja, en það næstum því eins langt og flestir ná í kristnum heimi. Þar til og ekki mikið lengra. Þeir hugsa Jesús sem píslavott í himnaríki sem. Fyrirgef þeim syndir þeirra. Þetta gott, en veist þú hvers vegna það tekið syndir inn í musteinið? Veist þú hvað tilgangurinn Það til að losna við þá, til að losna við þessi synd. Það að blóta þau endanlega. Og vinir, að þekja og blóta ekki það sama. Þú getur verið varið af því sem Jesús var fyrir þegar þú leggur syndina þína á undan staðgenglinum, en hún samt enn til staðar.
Það ennþá að syndin enn til staðar. Við skulum lesa annan texta að þessu sinni úr bók Jeremíasar. Jeremías kaka 50 og vefs. Á þessum dögum og á þeim tíma segir Drottinn, synd sem í Ísraels skal leitað á, og það skulu rísa upp. Engin, ekki synd, og syndir Júda búa, og þau skulu ekki finnast. Það verður einn. Ein reikningur sem á sér stað í himneska helgidóminum þannig að syndin hverfur að eilífu úr skráningum himnaríkis. Og vinir. Ég vona og bið að það hverfi líka frá huga okkar. Amen. Að við þurfi ekki að endurupplifa þau syndum aftur þegar þau eru lögð burt. Og fyrirgefið af Jesú Kristi. Allt í lagi, þannig að við erum með annan þátt. Háamur bakakig hakkindaglistek, murít geurinn turindaglistek, ítam best og kert konan í ukka segaru neslokk, bögi susnin maksahi, Jesú steir, syndagjörs fulla síðasta stið, syndagjörsdagurinn, hinn heilaga staður himneska helgidómsins, prestur. Varkar út úr helgidómnum þann dag með syndirnar sem hafa verið framinnar yfir því heilt ár, allt sem Ísraelsmönnum hefur hins vegar vanhelgað Guð. Hvar höfðu þeir verið í allan vetur? Í helgidóminum, þú færðir synd þína, þú lagðir hana á höfuð gámans lampsins og spurðir þú. Fyrir að taka þau af var tilgangurinn með því að setja þau í helgidómin mjög einfaldur tilgangur, að koma þeim burtu. Nú það er. Óviðráðanlegt, það ekki? Markmiðið með því að koma syndinni inn í helgidómin var að koma syndinni út úr helgidóminum. Því hver ber ábyrgð á því? Þessi allur vandi, Satani, Satani sá sem verður að bera endanlega og algilda refsing fyrir yfirganginn. Guðlögin amen, því að hann hefur aldrei beðið að sinn sakir séu fjarlægðar. Hann hafði það tækifæri í himnaríki og hann hafnaði því. Við höfum öll þvottahús. Hvað er tilgangurinn með því að fara í þvottahús? Að koma fötum inn, ekki satt, svo þú getur tekið þau út. Rétt. Hver er munurinn á því að fatnaður fari inn og fatnaður fari út? Þeir hafa verið hreinsaðir, þeir hafa verið þrífaðir, og það er það. Frösavapli bulkan kest þurunda. Kemur alluga maksat allatni ségaru, uppkístartu allar ossen eslni. Þeir koma í óhreinum skápum. Þeir fara út hreinar. Viltu þessa reynslu? Amen. En hvað ef þú heyrðir? 2025. One more year, and the laundry may be closing down. Suppose you take a load of clothes down to the laundry. Eftir dagsetninguna og þú sér stórt merki, þetta þvotta þarf að loka 30. og 1. desember. Og segðu að það væri engin önnur merki þar alls staðar. Ég get. Merkið þetta mun loka 30. og 1. desember. Og gerður ráð fyrir að það væri engin önnur merki þar yfir höfuð. Ég get ímyndað mér fólk í litlum hópum alls staðar að. Þú að segja, hvað ætlum við að gera núna með draslinn okkar? Hvernig ætlum við að takast á við það? Við höfum alltaf haft þvottahús. Við sjáum annað merki neðan þess. Fyrsta merki, námskeið eru nú haldin daglega í hvernig á að halda fatnaði þínum hreinum svo að þú þarft aldrei eftir að nota þvottahús. Því að það er það sem Biblían kennir. Það sem Biblían segir. Það er oftað afsöludagurinn. Hvar hurfu þessar syndir? Út í þetta. Óbyggðir hverfa að eilífu frá herbúðum Ísraels. Allar herbúðir Ísraels voru án syndar. Jæja, hversu lengi? Hve lengi? 1 eða 2 klukkutíma, 1 eða 2 dagar, og síðan byrjaði allt ferlið aftur. Þessi tíma, þessi raungerving verður að vera eilíf eða hún hefur enga verðmæti. Hún er engu virði að öllu leyti. Ef þú vildir klæðast hreinu fötum. Og þú trúir virkilega að þvottahúsið myndi loka. Þá væri þér ekki mjög áhugavert að taka námskeiðin til að læra hvernig það var gert þegar þvottahúsið verði ekki aftur til staðar. Kennslustundir eru nú haldnar í himneska helgidómi í musteri hins heilaga staðar til að segja þér hvernig.
Til að ná þeim punkti þar sem þú færð annað vort niður í eyðilegginguna með þessum syndum sem þú hefur neitað að gefa Guði, eða að þú hafir verið fullkomlega hreinsaður frá þessi synd og þú munt aldrei gera það aftur. Amen. Þín og okkar ákvörðun. Guð vill kenna okkur hvernig við getum hreinsast. Og hvernig á að halda sig hreinum. Hvort sem er hægt. Það er það sem Biblían kennir. Og það verður gert. Og það mun vera. Vertu fólk sem býr á þessari jörð í miðjum syndugum umhverfum, í miðjum sársauka og þjáningu, sem mun vera 100% laus við synd annað hvort eða. Biblían er villt. Helgidóminn mun aldrei verða reynd. Ég trúi því að Biblían sé sönn. Amen. Að það mun vera. Hreinsun frá synd. Mér þætti vont að hugsa jafnvel möguleikana kærur Drottinn minn og frelsari miðliðar að eilífu og eilífu, taki. Umgikja syndir sem fólk heldur að senda inn með sama hætti eilífð. Ó, þetta þarf að ljúka. Straumurinn sem flæðið inn í helgidóm syndana minna og syndir þinna verður að hreinsast fullkomlega. Ef einhver merking er í þessum vanda. Þessum bók, því það er upp á það að fjalla, hvernig á að ná hreinleik og halda honum óslítandi eilífð. Það er staðreynd. Það er jafn mikil staðreynd og það var í Gamla testamentinu á ofurteknu degi. Þetta helgidómur í himninum er. Ég ætla að loka fyrir það. Það mun loka höndum sínum. Mun Guð loka fyrir það. Og svo, þessi maður gerði eitthvað slæmt og ég mun fyrirgefa honum einu sinni til viðbótar. Er þetta háttur Guðs að gera hlutina? Jæja, við gætu aldrei hætt því. Það var bara of sterkt grip á okkur. Einnig mun Guð segja, ég mun bara opna. Guð og slepp þeim öllum inn. Enn og aftur, hvert fáránlegt það væri. Og margir fólk trúa því sannarleika. Ertu viss, vinir mínir, að syndi yðar? Á íslensku, ertu í helgidómi. Í dag, núna, ertu viss að hver synd sem þú hefur framið, er hún í helgidómi. Ertu með eitthvað í lífi þínu og í höfðinu þínu sem þarfnast hreinsunar? Eru einhverjar hluti þar sem hafa haldið áfram að valda þér sársauða? Einhvers konar erfiðleikar, viltu vera viss að syndir þínar séu þekktar í himnesku hófinu, ekki lengur á höfuð þínu. Þú ert frjáls. Þeir eru í helgidómnum. Viltu losna við þá? Já. Settu syndir þínar á lamb Guðs. Amen. Það er eina vonin og það er það. Á sviðinu, rétt nú tala við Jós. Gefðu honum syndir þínar, hann mun glaðlega þykja þær. Hann mun glaðlega þykja þær. Og við getum íðkað bæn. Við þökkum Guði fyrir traustið að þú munt ljúka því sem þú hafðir hugsað þér. Ekki hætta bara við fyrirgefningu syndana. Hreinsaðu þetta alheim. Og það verður ekki meira sársaukin í þjáning. Förum aftur í Levíðsöka. Þessi helmingur, 16. kapli, vegna þess að þetta er kaplinn. 18. dagurinn, Levíkóf 16. og við munum byrja með. Vístíð 20. og 9. og þetta skal vera lögskild í yður, að í sáðarmánaða 7. þann 10. Degi mánaðarins skulu þið þrengja sálir yðar og vinna ekki neitt, hvorki frá yður eigin landi, né útlendingi, sem dvæsir meðal yðar. Því á þeim degi skal presturinn gera. Gerðu fyrirgefningu fyrir þig, til að hreinsa þig. Það er í fyrsta sinn sem þessi orð hafa verið notuð. Til að hreinsa þig, að þér. Kann að hreinsa yður frá öllum syndum yðar fyrir Guð. Það skal vera hvíldardagur yðar. Það skulu þér. Ákvarðaðu sálir þínar með lögmáli að eilífu. Við skulum aldrei gleyma því sem gerðist í myndefni í þjónustu. Jörðlegur helgidómur er raunverulega framkvæmd í þjónustu himnesks helgidóms. Allt sem þar var unnið verður gert í himninum sem. Jæja, þegar fyrirgefningarhátíðin lauk var hreint helgidómur. Það var hreint fólk. Það var bara ekki lengur hreint. Það verður að vera munurinn, hreint fólk. Vilja Guð hafa hreint helgistað. Trúir þú því með öllu huga þínum? Ef hann gerir það, þarf hann að þrífa þig fyrst áður en hann getur átt hreint helgidóm. Hvað fólkið, verða þau hreint? Jæja, þegar það.
Fólk hættir að senda syndir inn í heilagt. Það verður hreint og þú verður hreinn. Það er það sem skriftin segir okkur. Þetta er hreinsun helgidómsins. Tilgangur fórnargjafar í daglegu þjónustunni var að koma syndum inn í helgidómin. Tilgangurinn með því. Dropað blóð á annar deginni er til að losa syndir úr helgidómi, þar sem Guð hefur tekið tímabundið vald yfir lífi þínu og syndum þínum. Förum yfir annan text vegna þess að þetta er allt í gegnum skrifstofuna. Að þessu sinni fyrir bókina af Efesusbréfi. Kunft, elskaðu konur þínar eins og Kristur elskaði kirkjuna og gaf sig fyrir hana, svo að hann dafaði sig fyrir hana. Þýddu og hreinsaðu það. Hvað er hann að tala? Kirkjan. Hreinsaðu hana með vatnshreinsun með orðinu. Hann gæti sýnt sjálfum sér dýrlega kirkju sem er án blettur eða þríði eða nokkru slíku. Hlutur, en það skal vera heilagt og án bletts. Hvílík stórkostleg yfirlýsing það er frá Guði sem mun ekki þvinga neitt. 1,000 years apart, you'll be in one of those resurrections. Let's make sure it's the right one. Ára í milli, þú verður í einni af þessum uppvakningum. Við skulum ganga úr skugga að það sé rétt. Amen. Engar blettir, ekki, þó að það sé hrukka. Það er góð þvottahús. Hvað segiru? Amen. Getur Guð gert verkið rétt? Þú og ég verðum að færa fórn okkar að dyrunum sömu. Varðveitingastaður, kjáta syndir okkar, drepa fórnina sjálf og treysta prestinum til að setja það blóð inn í varðveitingastaðinn í helgidómi. Staður þar sem syndir okkar geta verið færðar frá okkur yfir til helgidómsins og endanleg verkin á einu degi ársins. Til að fá þá út og setja þá aftur á höfuð þess sem byrjaði öllu fyrir eilífð. Þar var ekki. Á þessum degi var engin þjónusta við að leggja hönd á góð drottins til að flytja synd til gömsins. Það var ekki það sem vegnaðardaginn snerist um. Syndin sem þessi geit átti að borga voru þegar í helgidóminum. Það er þar sem synd þín hefur verið lögð yfir þegar þú gefur hana til Jú. Kristur í dag, ástæða slátrunar dýra í daglegu þjónustunni er að koma syndinni inn. Slátrun Guðstestins á atburðardegi var til að koma syndinni út. Þetta er það sem allt snýst um. Setjið syndin, skiptið greiðsluna, losa syndina út svo alheimurinn geti verið í friði. Lokastefn. Ek er ekki hræddur við þessa orð. Þetta er setning sem Ellen White notar. Lokastefn. Lokastefn. Morgunblót. Við þurfum krossinn, vinir. Við þurfum þann kross. Við þurfum miðlunarverk í helgum og mestum. Hátíðastaður. Þetta er sérstök framlag svartfara árásar fólksins til vendunar vandamálsins. Hvar heyriru það utan adventista? Hreinsun helgidómsins. Það er frá William Miller beint inn í okkar líf í dag. Það er okkar. Yfirlýsing. Þetta er tilgangur okkar. Þetta er raunveruleiki okkar. Við verðum að skilja hann. Ímyndunarafl þitt vegna þess að við höfum öll okkar ímyndunarafl, ekki satt. Sjá skýrslugjöfina. Sjá syndina sem eru lögð á hann frá Aron háamönnum, játa allar syndir Ísraels manna yfir síðasta árið. Núna horfðu á sauðin vera leitan burtu. Hvar eru syndirnar? Þær eru horfnar. Þær eru horfnar að eilífu. Ekt aldrei að minnast eða koma í huga. Ísrael mun aldrei aftur sjá þessi synd. Þetta er fyrir sonardaginn. Ég biða þessi stund. Við munum sjá okkar mikla yfirmennska presta í himingeðinu, bera syndir okkar alla eilífð í musteri. Þegar Wesley syngur fyrir hásætinu, stendur minn traustur. Nafn mitt er skrifað á höndum hans. Það er frelsari okkar, í það. Himneskt þjónustuhlutverk, það er aðeins eitt lamb, og þess vegna, fyrir hverja synd, hann þjáist aftur. Hann þjáist aftur.
Þetta fólk sem heldur áfram að synda þegar það veit betur, stendur í orðinu að þeir, vitandi það, séu að krossfesta son Guðs á ný og setja hann í opinberhöfð. Hebreabréfið tat 10:6. Víur 7. Jesús hengur á trékross fyrir 6 klukkutímum svo að þú og ég gætum skilið eitthvað hvernig hann hangir á krossi þjáningar 6.000 árum langar. Það frelsari okkar í helgidóminum. Syndin særði hann þegar hún hófst. Hún hefur sárað hann síðan þá. Presturinn, eftir fórnin sem boðin voru í dómarsalnum, verður að bera þessi synd í helgidómi. Hversu lengi má hann bera þau? Þangað til blóðið stráð á náðarúm og yfirmaður Pílagur tekur syndirnar út og leggur þær á þann dauða. Svo lengi Jesús. Mun verða fyrir sársauka vegna synd míns og syndar þíns. Velvalinn boðskapur, bók 1:333. Kristur Jesús táknaður sem samkvæmt stöðugt við altarið, stundum að færa fórn fyrir syndir heimsins. Hann að færa hana í dag? Já, það hann. Afhaka, sár sérstaklega, þetta tilvitnun. Ábyrgðarfullt fórnargjörð gegnum milligöngumann grundvallar. Vegna stöðugrar umboðsmennsku syndarinnar. Valin skilaboð, bindi 1:344. Syndaðist þú í gær? Hvar sú synd? Nú þegar, hvar það? Á hjarta þínu eða í musteri? Ert þú ekki glaður, glöð að það sé ennþá prestur þar sem tilbúin að bera þig? Synddóttir, amen. Ertu ekki ánægður með að hann enn opinn til að taka syndir þínar og vinna úr þeim? Amen. Ég ánægður með að hann enn í atvinnunni, en lofa Guði, hann að fara að hætta því. Hann að hætta rekstri, hann mun loka helgidóminum. Þetta eina leiðin sem hann getur tekið syndara inn í helgidómin án þess að taka synd með þeim vegna þess að það hefur verið hreinsað úr lífi þeirra og þeir munu aldrei bera það aftur. Guð getur ekki áfram svört af stað. Syndin í helgidóminum svo lengi sem við haldum áfram að gera þau hér. Það adventísk hreyfing, nokkrir í kristni heimurinn trúa því valla. Ertu með öllu hjarta þínu? Frelsari minn veitir okkur frjálsta vilja. Ég lofi Guð fyrir það. Ekki bara í upphafi. Hins að kristilega lífi, en í gegnum það öllu. Ég kem til Jehóvitir safnaðarins og segi, Jesús, fyrirgef mér þessi synd. Ég raunverulega búinn með það. Ég vil að þú takir það. Ég vil aldrei aftur sjá það. Það eina bænin sem við getum löglega beðið Og Jesús gerir það. Hann segir, ég hef það, ég hef þig. Þín synd. Og ég glaður að halda henni áfram að eilífu. En ef þú vilt aftur fá hana, láttu mig vita og þú getur haft hana aftur. Það frjálst val. Við getum fengið syndir okkar aftur. Þetta reiður skapgerð? Þetta gagnrýni á bræðurna? Þetta sögunum? Magadit nebu dropit, axoto pitandoti, axoto porusena suboti, axoto sirese, agima bóg. Sérstaklega sagði okkur að við myndum aldrei vera í himnaríki. Hvernig getum við verið í himnaríki ef við erum áfram að vinna úr þessum syndum og fremja þær? Lokafrýðing endalokana getur ekki komið fyrr en Guðs fólk tilbúið að verða hreinsað. Þeir þurftu að koma til sóknarinnar á þeim degi. Þeir þurftu að umkringja helgidómin. Þeir þurftu að bera fram mótmæli fyrir lífi háprestsins þegar hann fór inn í nærveru Guðs sem engin annar gat gert og lifað. Samræmast að æðsti prestur komi einu sinni á ári. Erum við að biðja núna það? Viljum við vera búin að synda að eilífu? Revievant Herald, 3. mars 1874. Sér fáir frá hverri kynslóð frá Adam riðu gegn öllum listum Satanesar. Og giskaðu hverjir þeir tveir eru sem við þekkjum öll. Living in this church at this time can be by God's grace, if they choose it, if we choose it. Enoch and Elijah getur verið með náð Guðs ef þeir kjósa það. Ef við kjósum það. Enók og Elía eru fulltrúar. Hver trúarfélag og samfélag mun vera á endanum, rétt eins og Enók, rétt eins og Elía. Allt í lagi. Það að svo fáir hafi náð þessu markmiði má aldrei takmarka ímynd okkar af því hvað Guð ætla að gera. Það sem Guð ætlar að gera, í 4000 ár. Menn voru boðnir að frelsi í væntingum það að þessi lamb myndi taka syndir okkar á krossinum. Þeir sáu ekki kross, það var ekkert kross í.
Þáttaka. Í 4000 ár var mönnunum boðið einkaréttar að takast á við reynslu af því að losna við synd fyrir alla tíð og að minnsta kosti 2 tóku því ákvörðun. Að minnsta kosti 2 gerðu það í væntanlegum búnaði við það sem Jós mun gera í heilaga staðnum. En þetta er síðasta tækifæri, vinir. Allt kirkjan mun upplifa þetta í fyrsta sinn. Allt kirkjan, trúuðu, 144.000 eru fulluð af syndi að eilífu. Amen. Þeir hafa veitt það til Jesú Krists. Ég er leitt að segja það, margir sem nú játa nafnið hans munu þurfa að hreinsa út. Því að þeir ekki munu hreinsa sig. Þetta er raunin sem við erum að standa frammi fyrir núna. Þetta kynslóð mun sjá heilaga standa án miðlara. Eftir að helgidómstaðurinn er lokaður. Stór átök 525. Trú er einfaldlega að trúa því að Guð segi eitthvað, hann meinið. Þetta er það sem trúin snýst um. Ætlar hann virkilega að hreinsa syndina? Það er svona Ísrael kom yfir Rauðahafið. Það er svona Jeríkóhöllin fjall. Það er svona þú. Ursemdi, Bert vor HM ber manastir itep, butsrip kerep baramin. Billbulirka tegef, bullasa, sunki alleginin abru í kauft. Guð getur ekki ráðið þessu af. Hann á ekki að vera okkar Guð. Hann hefur ligað okkur. Það verður. Það er, heiður Guð sér í húfi. Við skulum bara horfa á aðstæður okkar enn og aftur. Á föstudagskvöldi er móður að ganga frá húsinu fyrir daga hvíldarinnar. Strax núna vængir hún eldhúsið en það er rétt að ljúka. Það kemur eitt strákur með múkinn fætur, gengur yfir gólfið. Hvað mun móðir gera núna? Hún mun aftur moppa gólfið. Og hvað með tíman þegar hún hefur gert makskara hvað strákarnir hafa gert? Inn kemur Mari úr skólanum og giskaðu á hvað. Fætur hennar eru einnig drulluð. Tatt, fer eftir að halda eftir. En hversu lengi mun móðir taka að hreinsa eldhúsið? Það er málið. Það fer eftir því hvenær fólk hættir að fylja eftir. Í músinni. Þegar fólk hættir að stíga í músinni, þá er hún orðin hreins. Þá skal húsið hreinsað. Það er okkur einfalt smáatriði. Minnist það, syndir sem meðhöndla helgidómin eru ekki syndir fráfælltra og þeirra sem hata Guð. Þeir eru, yður syndir og mínar syndir sem eru að svífast helgidómi núna. Og þessar syndir verða að vera hreinsaðar út. Hvenær getur helgidómurinn verið hreinsaður? Þegar áin stöðvast frá hér til þar, þá og aðeins þá má helgidómið hreinsa. Vá, skulum við senda honum orð nú þegar að á hjarta okkar erum við eitt með honum í að losa sig við syndina. Við hatum hana, þótt við snúum aftur til hennar á köflum. Bisseku kundun urma hina kelkembis, etlen valtættat. Tastikta malari hungu tondun 20 bólúmu. Sanna Kristjanin urpakina karata ísanin killi upp satkan segið í sig assirki uhurta surp sattat. Tími í himnesku helgidóminu mætti að vera okkar. Geturðu tekið eftir hverjir eru næstu 2 orð? Okkar stöðuga rannsókn. Iðverk sem hann er að gera í hæsta helgidómi ætti að vera stöðugur rannsókn okkar. Við ættum að kenna börnunum okkar hvað dæmigerð er. Fyrsta sonarkvöldsins merkti að börn okkar væri einnig í láði einhvers. Eru við að sýna þeim hvernig þetta virkar? Og þá þessi stórkostlega yfirlýsing í Dómasögu til 50, 1550 og 55. Þegar þetta stórkostlega. Sannleikurinn, þessi stóri sannleikur, er sýnilegur og skiljanlegur. Þeir sem halda honum munu vinna í sátt við Krist til að undirbúa fólk til að standa í. Stóra dagur Guðs, og veist þú hvað við hinsegin segjum? Ágöp þeirra mun takast, ágöp þeirra til að undirbúa. Fólk stendur á stórum degi Guðs. 144.000 munu farnast. Hefur Guð heitið okkur það þar? Finishing the work is finishing with sin. That's what finishing the work is about. It's the goal of the sanctuary to bring us to that blessed experience. Að ljúka með synd, það er það sem að ljúka vinnunni snýst um. Það er markmið helgidómsins að leiða okkur til þess blessuðu reynslu þar sem Guð horfir yfir kirkju sína. Sjálfur aðeins hans karakter í hjarta þínu, í mínu hjarta. Hann sér karakter sinn í.
Við og heimurinn munu sjá þann karakter í okkur líka. Það er helgisiðar þjónustan. Hann getur ekki fyrirgefið syndir okkar nema við getum. Hann fer ekki borið burt syndir okkar nema við séum í allra helgasta stað með honum. Hann segir að hann ætli að gera upp syndina. Hann ætla að útrýma henni. Hann ætla að fella hana burt hjá okkur. Ertu með honum í þessu að útrýma því úr lífi þínu? Viltu að hann geri það? Þegar hann kemur í annað sinn er hann ekki lengur syndarumberinn. Hann? Það er búið. Syndabyrði hans hefur náð tilgangi sínum. Syndin er flegin áður en hann kemur aftur til. Döil, bulsaanti, sotungu seksengu sjösíkunatastunin oskokolugu, albirsuilom, kynnin ísakaíp kellertin aldinga sojutulkan. Hreinsaðist frá helgidómi vegna þess að það hefur verið hreinsað frá hjörtum Guðs fólks. Hann finnur kirkju sína án blett eða hrukku eða neits. Slíkt það gleður sál mína, vinir, að við erum á réttinum veg. Þið og ég getum verið í þeirri kynslóð. Þetta er þriðja sinn sem það hefur verið boðið adventistum. Það var boðið fyrst eftir 1844, annars eftir 1888 það verið að bjóða okkur. Dagur til að vera sú kynslóð. Máttur í blóði Jesú Krists. Við kynnum loksins fólki í eina skipti alla eilífðina. Súkul safnaðarkirkja hreinsað frá synda með valdi Jesú Krists. Við hugsum svo margt eins og svo margt misskilningar. Það er miklu betra, það ekki, að missa vitið en að fossa. Eða er það, ef ég vildi vita þann morgun nema ég færi fram á hnén og óðast af alvöru, ég myndi verða fullur fyrir nóttina. Ef ég vissi það, myndi ég drekkast fyrir nóttina. Ég held ég myndi biðja og biðja staðvastilega. Hjálpaðu mér að koma í veg fyrir að ég drekki á degi. En ekki, syndir okkar eru bara að segja barnalega sögu. Sumar vafn, sumur gagnrýni, sumur reiði, það gerir þetta ekki svo mikla mun, eða hvað? Allir gera það, og svo hugsaðum við málið á annan hátt eins og Guð sér það. Þú sérð vandamálið okkar. Hennur í himnaríki aldrei að loka, vinir mínir, nema við hættum að eiga neyðartilfelli. Hvað neyðartilfelli? Synda og láta það eiga sér stað. Í himnaríku helgidóminum. Það neyðartilvik, að missa stjórn með börn okkar og svo þurfa að segja eitthvað lítið seinna. Jónni, Mari, pabbi, afsöku. Þetta neyðartilvik. Ef það forritið, verða reiður, fá fyrirgefningu, verða reiður. Aftur að þurfa fyrirgefningu, neyðarmóttökan má ekki vera lokuð, við skulu hafa nakr von og það tí að Guð heldur fram við að bíða. Því að við höfum ennþá neyðartilfelli sem gerast of oft. Það raunverulega satt? Það raunverulega satt? Komur tími þegar það verður ekki. Meira boðum synd að eilífu öllum tíma. Þyngist sumum, en vinir, það ætti að gleðja okkur. Ekki meira synd til eilífðar. Bulmgilik salkasa almæti, men kutaitin meiri minn sor algismti bildiremin, ol onnin ugin, onnin turahing otnin, onnin aspanin, onnin gipatatanasin og skerti. Sjúkrahús fyrir syndara í neyð og við þurfum þá aðstóð. Mér myndi þykja vænt að trúa því að við ættum ekki að halda honum áfram þessu til eilífðar. Þetta væri versta valmögulega valið. Þetta nýja sáttmáli. Ég mun leggja lög mína í hjörtu þeirra og í huga þeirra mun ég skrifa þá. Hver sá sem skrifar? Guð gerir það, ef þú opnar hjarta þitt. Við komum meðan borðin hjarta okkar. Og veistu hvað borðin hjarta okkar eru? Það heilin, framheilið. Hvar við tökum álitum þessar syndir. Hvað við horfum á, hvað við séum, hvað við bragðum, hvað við ilmum, það öll skráð. Í þessari vafi í höfðinu okkar, í frumum hugar okkar, hversu mikinn tíma gefur þú Guði til að skrifa lög hans í hjarta þitt í dag? Kannski aðeins minna tíma með sumt annað sem ekki eins mikilvægt. Fólk sem mun fá syndir sínar blöðróttar út í endanlegu fyrirgefningunni eru þeir sem eru í dag og í gær. Á morgun gefa Guði tíma til að skrifa lög sína í hjarta þitt, til að setja leið sína í huga þinn. Það munu ekki vera neinir sparaðir á endanum sem munu ekki halda sabbata, vinir. Það verður stóri málið sem enn óútskýrt.
Allir þeir sem frelstir eru munu halda sabbat. Þetta er merki lifandi Guðs á enni þeirra. Að hafa það í huga er að þekkja það. Að hafa það í, að elska það. Ég mun segja það aftur. Það er svo mikilvægt. Að hafa það í huga, við vitum hvað er sannleikur. En að hafa það í hjarta okkar, við elskum. Af þessu sannleika og við munum láta líf okkar vegna þess ef þarf. Þá verður það öruggt að loka sjúkrahúsinu í himnaríki. Þá verður það öruggt til allrar eilífðar. Það er ekki erfitt að halda sig frá því að stela ef þú elskar konuna þína virkilega, eða hvað? Það er ekki erfitt að halda sig frá því að stela. Ef þú elskar sannarlega mannfólkið þitt. Og það er ekki erfitt að hlýða föður og móður ef þú elskar foreldra þína sannarlega. Ef það er ást þá þarf hans hlýðni og það þarf ekki að vera neitt. Allt er það auðvelt. Auðvelt ef þú átt nóg af ást.